sem við vorum að reyna að semja með sjómennina, sko, það var þetta netnotkun, sko, þegar hún er svo takmörkuð á kúlunum. Það, sko, hvernig á eiginlega að græja þessa netnotkun þegar það þarf að live streyma úr öllum fiskiskipaflotanum beint til Fiskistofu. Það bara eiginlega ekki net. Komið. Já, heyrðu, góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér í sal. Býð ykkur velkomin til 250. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar. Segja hann settan, þetta fyrsti fundur bæjarstjórnar eftir sumarleyfi og fyrir vikið nú dagskráin alltaf eins og þeim fundum svolítið öðruvísi en venjulega vegna þess að í sumarleyfi bæjarstjórnar fer bæjarráð með umboðið þangað til að fyrsti fundur settur og þar leiðandi hefur bæjarráð afgreitt mál í sumar. Þannig að hér lagðar fram til kynningar fundargerðir bæjarráðs og umræðu eftir því sem við á. Ég ætla samt í upphafi óska til bæjarfulltrúa að fá að leita afbrigða við boðaða dagskrá og fá að taka inn erindi frá Þuríði Lillý Sigurðardóttur sem búsett á Sléttu í Reyðarfirði. Þar verið að reisa nýbyggingu eða íbúðarhús, hún og hennar eigin maður, og þau þurfa að vera óska eftir því þar sem þau þurfa að stofna lóð undir húsu og það þarf að fara í gegnum landbúnaðarráðuneytið. Þá þarf afstaða bæjarstjórnar viðkomandi sveitarfélags þegar land leyst úr landbúnaðarnotum þó að lítil sé lóðin, þá þarf það að vera hér á hreinu. Þannig ég ætla að óska til að fá að taka þetta ef engir hefði í andmælum hér sem síðasta lið og ég sé að það samþykkt, þannig að það mun bætast við dagskrá þessi umsögn. En þá göngum við til dagskrár og eins og áður sagði þá hér fundargerðir bæjarráðs sem 570, 71, 72, 73 og 74 hér til kynningar, það verða ekki borðan til atkvæðarsla eftir og til umræðu og ef engir hefði því andmæl þá tökum það bara allar saman til umræðu og orðið þá laust það Eydís Ásbjörnsdóttir uppið orðið, gerðu svo Eydís. Forseti, bæjarstjóri ágætir bæjarfulltrúar. Eins og forseti kom inn á þá eru þessar fundargerðir til kynningar og umræðu búið að afgreiða þær í bæjarráði í sumarleyfi bæjarstjórnar. Til að koma inn að lið 1 í fundargerð bæjarráðs sem 570 en á þessu fundi var lagt til og samþykkt að ráða Karl Óttar Pétursson í starf bæjarstjóra. 9 sótt starfið en 2 af þeim drógu umsókn sína tilbaka og Karl Óttar hefur þegar hafið störf hér hjá okkur og ég býð hann velkominn til Fjarðabyggðar. Fundargerð bæjarráðs 571 liður taka hérna lið 8 á 11 en á þennan fund mætti Hafsteinn Pálsson frá Ofanflóðasjóði þar sem var farið yfir þær framkvæmdir við ofanflóðavarnir sem í gangi, frágangssvæði á Eskifirði í Ljósá og Lambarétt á auk annarra frágangsmála. Rætt var fjárveitingar næstu ára við ofanflóðavarnir á Eskifirði og Norðfirði og framkvæmd á tíma áætlun næstu 3 ára. Forseti bæjarstjórnar stjórnaði þessum fundi og mun fara betur yfir málið sem og lið 11. Þar sem fulltrúar Laxa HF Gunnar Steinn Gunnarsson og Einar Örn Gunnarsson kom á fundin og fóru yfir stöðu laxeldismála í Fjarðabyggð. Svo ætla að koma hérna aðeins yfir fundargerð 573. Lið 10, það námskeið fyrir nýkjörna sveitarstjórnarmenn sem haldi verður í Austurbrú á Egilsstöðum laugardaginn 25. ágúst og ég hvet endilega kjörna að fara og sækja þetta námskeið. Og svo að fundargerð 574, liður 4 þar sem að það verkefni ljósleiðara lagning í Breiðdal að farið var yfir framvindu verksins og málið ennþá í vinnslu og sviðsstjóra veitusviðs falið að vinna þetta í samstarfi við bæjarstjóra, fjármálastjóra og bæjarritara og það mun vera að koma fyrir bæjarráð á nýju á næsta fundi. Það liður 5.11 samkomulag stuðning hollvinasamtaka
og það var sem sagt þetta samkomulag, það kom erindi frá Hollvinasamtökunum samkomulag vegna endurgerðar gamla barnaskólans á Eskifirði og þetta alveg einkar bránlegt og gott framtak hjá þeim sem komu að þessu verkefni og hafa frumkvæði að því og það hópur fólks en það eru Guðmundur Árnason og Helga Steinunn Guðmundsdóttir sem í forsvari fyrir hópin og þetta verður mikil bæjarprýði af gamla barnaskólanum þegar þessum framkvæmdum verður lokið. En stofnfundur verður haldinn á morgun í Dalshúsi kl. 17:30 og þar verður samkomulagið undirritað. Takk fyrir Eydís. Vilja fleiri hvað þessi hljóðsvöldi fundekina Bæjarás? Ég ætla aðeins að fá að koma inn á bara hér og óskættir að fá að taka til máls, koma bara inn á örfáa liði og við framhaldi af því sem formaður Bæjarás kom inn á hér á eftir í tengslu við umræðu við laxa en aðeins að byrja á að vekja athygli bæjarfulltrúa á lið 3 í 571. Það er greiðsluáætlun á jöfnunarsjóði vegna sameiningu sveitarfélagana Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps. Eins og við muna þá höfum við fengið frá jöfnunarsjóði, það er upphæðið sem við varum að ræða en það er alltaf gengið frá því eftir að sameiningu líkur þá er tekin fyrir ársreikningar viðkomandi sveitarfélaga og eignir og það er bara gleðilegt að sjá að sú upphæð sem við lögðum á stað með sem við fengum frá afgreitt þegar við sem sátum í stjórn sameiningu eða í samstarfshópnum sameiningaferlið að það fjármagn er að skila sér eins og var lagt upp með jöfnunarsjóði og mun komi nú næstu 5 árum eins og gert er ráð fyrir bæði þessi skuldajöfnunarframlög sem mun nema 457 milljónum og svo framlag til þróunar og sameiningar með 157 og síðan kom hann inn aukalega 1,3 miljón vegna þess að kostnaður við ýmsar þætti sameiningar að það sem hefur voru að samþætta regluverk og annað fleira að það fór fram umfram og því var mætt hjá jöfnunarsjóði. Það var aðeins að fá að koma inn á kannski aðalega lið sem kom fram á sama fundi, kom hér annars vegar Hafsteinn Pálsson frá Ofanflóðasjóði. Við höfum svo sem hamrað á því núna síðust ár að við teljum það mjög brýnt að Bæjarstjórn Fjarðabyggðar að ofanflóðavörnum verði lokið hér því fyrst að menn eins og við þekkja utan þetta byggir ofanflóðavarnir byggja á hættumati sem gerða voru frá árinu 1996 í öllum sveitarfélögum Íslandi upphæla 8 og öllum ofanflóðavörnum var lokið mann rétt með fyrstu lagasetningunni 2014-15 síðan það árið 2025 núna og það liggur fyrir núna að því mun ekki ljúka fyrir þann tíma þannig að lögunum eitthvað breytt gerir ég ráð fyrir við höfum þetta hamra á því bæjarstjórnina að hér að við vitum að í ofanflóðasjóði erum 17 milljarðar núna í sérgreindum tekjum sem við höfum talið eðlilegt að verkefnin gangi jafnt og þétt í að það er mikið mála að fyrir utan öryggisþáttinn sem svo mikið verður í þessu að vera að láta þessi verk stoppa svo árum skiptir byrja upp á nýtt í staðan fyrir að hafa samfella á þessu þá áttur að ljúka verkefnum á Eskifirði og á Norðfirði nú hillir undir það að veri byrjað á 3. garðinum á Norðfirði árið 2019 það er í útboð í haust eða semst það ferli í haust og bæjarstjórn mun taka fyrir og loka hönnun á því þá liggur fyrir að framkvæmdur Eskifirði mun alltaf móti stoppa því það er ekkert að halda þessum hvoru tveggja gangandi og við erum ósátt við það þetta við teljum að séum 150 milljóna króna þörf á 150 milljóna króna viðbótar framlagi úr ofanflóðasjóði til þess að við getum haldið áfram dampi með báða þessa staði. Þar leiðandi hefur ekki verið lokið hönnun á þessum 2 síðustu ám á Eskifirði en það er umræða sem ofanflóðasjóður boðaði að við munum fara að taka fyrir núna næstunni en við munum hamra á því áfram að við teljum eðlilegt að þessu greiðsluflæði sé tryggt þannig að þessum framkvæmdum ljúki. Hitt snertir málefni laxeldis í Fjarðabyggð þar á fund okkar komu fulltrúar Laxa HF þeir Gunnar Steinn Gunnarsson og Einar Gunnarsson og fóru aðeins yfir stöðu laxeldismálana hér og það útgáfu leyfa og það er umsóknin sem þeir eru með inni að þetta fyrirtæki sem við höfum átt í ágætis samstarfi við og við höfum svo sem haldið því mjög þétt á lofti að við viljum þetta hafa það
eitthvað að segja hvernig laxeldi hér eins og annars staðar. Við höfum lagt ríka áherslu á það að við höfum skipulagsvaldi yfir fjörðunum væri hjá okkur. Eins og við sjáum hér í annarri fundargerð þá var þetta búið að skipa nú þetta svæðisráð sem var sett á laggirnar núna með lagasetningu núna í vor. Það hefur ekki verið kallað saman svæðisráð fyrir Austurland ennþá. En enga síður teljum við líka mjög brýnt að þau fyrirtæki sem í laxeldi eru, þau náttúrulega líka sjáu það að það sé bara að fara að leikreglum. Í dag ákveðið regluverk utan umsóknir til laxeldisleyfa og það ákveðið ferill sem menn geta gengið, en það virðist ekki vera að virka og það það sem við lýsum við miklum áhyggjum af bæjarráð, að þessum seinagangi útgáfu leyfanna í tengslum við laxeldi og við hvetjum stofnanir hins opinbera að gæta jafnræðis í leyfisveitingum sem byggja á faglegum málefnum og rökum. Því að hverju sinni verður menn að geta gengið að því vísu að það sé farið að þeim lagaramma sem uppi og það afskaplega dapurlegt að þetta fyrirtæki lendi því að eins og svona það birtist að það sé ekki verið að byggja á vísindalegum faglegum rökum og því regluverki sem þá á að vera. Viljið menn breyta, viljið þið opinbera hafa eitthvað annað reglur uppi, þá verður það að breyta því áður en að fara að vinna eftir því. Og við höfum sem sagt, eins og áður sagði, við höfum haft gott samstarf við þessi fyrirtæki. Við höfum tekið rökræður og fleira legu og við höfum það skoðanir hér innan hús sem við viljum líka að fyrirtækin okkar geti treyst því að umgjörðin utan þeirra starfsemi hún sé eins og hún að menn geti gengið að því vísu þá og menn geti ekki byggt upp fyrirtæki ef ekki verið að fara þeim leikreglum sem sett. Þannig að ég bæði að sammála það að við munum fylgja þessu áfram og fylgja þessu eftir í tengslum með þetta og það sé þá uppi og ef eru þá uppi hugmyndir að breyta regluverkjum laxeldi á Íslandi þá verður það gert á Alþingi áður en að verður farið að praktísera eftir. En annars var nú umsögað mikið á þessum fundi, 571. fundi bæjarráðs að við vorum að fara í gegnum uppfærslu á reglum og öðru slíku í tengslum við sameiningu sveitarfélagana því að eftir sameiningu þarf að fara fram samræming á því og það sé uppi, það sé þessi samþykktar reglur og annað umhald hér innanhús fyrir hið nýja sveitarfélag sem nú svona stærstu leyti búið. Aðeins bara, eins og ég sagði áðan, hér á fundi 572 þá kom inn til umsagnar kom inn bréf frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu þar sem var óskað eftir því að Fjarðabyggð, Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstað og Djúpavogshreppur tilnefni sameiginlega 3 aðalmenn og 3 til varaðis svæðisráð vegna strandsvæðisskipulags á Austfjörðum. Þetta sem það sem fór í gegnum Alþingi í vor. Ég ger ekki ráð fyrir að núverandi bæjarstjórn Fjarðabyggðar kvíki frá því frekar en svo fyrri að við teljum að þetta sé óþarfa millileikur, við teljum að skipulagsvald eigi yfir okkar höndum. Nú þetta það svo umgjörð sem þetta komið í núna og þá þetta tilnefnum við það en munum halda hinn á lofti áfram. Það var þó sú breyting á að frá því þetta frumvarp fer í umfjöllun fyrir eitthvað 2-3 árum að það þá komnir 3 frá sveitarfélagum. Upphaflega var stefnt að því að það væri bara 1 frá sveitarfélagum á svæðinu í þessu ráði og meðan sætu 4 frá ráðuneytum, allir með neitunarvald. Menn geti ímyndið sér hvað það verið hraðvirk vinnsla í svona svæðisráði ef það hefur uppi. Þarna sem komnir 3 aðalmenn og 3 varamenn. Það var svo samkomulag milli okkar sveitarfélagana. Þetta eru þeir sveitarfélög sem eiga hér landa að sem mun koma inn og skipulag hafa strandsvæða. Það mun reyna mest á Djúpavog og Fjarðabyggð núna í þessu. Þar og síðan Seyðisfjörður, þar eru inni núna leyfisumsóknir fiskeldi, Skemmraveg komið. Þannig að það var úr að eftir samtal milli okkar, þessara sveitarfélaga, að Fjarðabyggð og Djúpavogur skipu aðal og varamenn, Seyðisfjörður skipu aðalmann og Borgarfjarðarhreppur varamann fyrir þá. Þannig að það væri svona þau sveitarfélög núna sem hvað mest myndi hvíla á sem væri inn í þessu ráði. Þetta ráð hefur ekki verið kallað til starfa en þá við býðum eftir því að vera kölluð til starfa af ráðuneytinu en það lítur að styttast í það. Síðan bara þess að við ekki athygli á lið 3 að tók það ákvörðun eftir að hafnarstjórn var búin að fara yfir að breyta þess samningi sem hafði verið gerður hér liðin vetur við landgræðslunum endurheimt votlendis í landi Hólma
og hlutilandi kollar eru að Hafnarstjórn hefur óskað til bæjar og landsvæði við Hólma verið tekið undan þessu samningi að sinni vegna þess að við eins og menn þekkja hér inni þá framtíðar hafnarsvæði Flateyri utan Mjóara sem nú og við viljum fá núna í vetur að vinna betur að framtíða sín fyrir það svæði áður en við förum að ráðstafa því og bæjar á þetta var þetta einhugur í Hafnarstjórn og bæjar á tók undir þetta en fleira vildi ég nú ekki svona hér sem ég ætla að vekja athygli á eða ræðum Jens Karra Helgason beðum orðið, gerðu svo vel Jens. Forseti og góði bæjarfulltrúar, bara bjóða alla velkomna tilbaka úr sumarfríum, vonandi allir hafa haft það gott í sólinni í sumar, við getum minnskust ekki kvartað. Ég vil nú bara byrja á því að bjóða nýjan bæjarstjóra velkomin til starfa og óska honum velfarnaðar í hans störfum hér fyrir sveitafélagið og fólkið hér í sveitafélaginu. Það eru bara nokkur mál sem ég langar að koma örstutt inn á. Það liður 2.7.571 tillaga sölu íbúða í eigu Fjarðabyggðar. Þetta náttúrulega klassískur liður sem að kemur hér inn þar sem að við förum yfir eignir sveitafélagsins. Ég vil náttúrulega bara enn og aftur fagna því að við séum og það á að reyna að setja meiri kraft í það að reyna og heldur en verið hefur að selja íbúðir í eigu Fjarðabyggðar. Þetta eru náttúrulega leifar frá gamalli tíð þegar að hver og einn hreppur og bær átti heilu og hálfu blokkirnar sem félagslegar íbúðir og við erum náttúrulega að færa okkur miklu meira yfir í þann farveg að styrkja þá sem það til þess þurfa að leigja á almennu markaði og losa okkur við íbúðir í eigu sveitafélagsins en það miklu hagkvæmara fyrir sveitafélagið heldur en að eiga eignir hér út allan bæ og í tugatali. Varðandi lið 2.8 fjárlög og ofanflóðavarnir þá verða náttúrulega þannig að það náttúrulega fagnaðarefni að byrja á næsta áfanga í Neskustad núna á næsta ári. Það eins og kom fram óvíst með hvernig verður með framhaldið á Eskifirði svona af orðum Hafsteins að dæma að þá svona einna líklegast að við getum kannski farið á þessu kjörtímabili í hönnunarferli þannig að hönnunin verði langt komin þegar að áliðið verður á kjörtímabilið en eins og staðan núna og lítur út að þá náttúrulega það ekki í kortunum að vera hægt að byrja á Lamberá eða Grjótá á þessu kjörtímabili. En hins vegar það náttúrulega þannig að með breytingum á fjárlögum og fjármálaáætlun þá eru þessar sértekjur ofanflóðasjóðs sem að eru svona nafninu til 17 miljardar en held ég ríkið sé nú búin að taka þá meira og minna láni þannig að það eru bara svona æ-og-jú-miðar í skjalatöskunni hjá Íbúðalánasjóði, hjá ofanflóðasjóði fyrir gifiði og það sem ég held að verði erfiðar í þessu núna að nú kannski líka komin meiri krafa þá á sveitarstjórnarmenn í staðin fyrir að það séu sérmerktar tekjur inn í svona sjóð sem að hefur það þá bara hlutverk að fara automatist, systematist í hverju eina framkvæmd og hefur til þess fjármuni að nú þurfa sveitarstjórnarmenn að fara að berjast sín á milli þess að berjast fyrir því að tala við sína þingmenn og ráðherra til þess að fá peninga í einstaka framtíð og ég í mínum huga þetta ekki skref til hins betra. Varðandi málefni laxeldis í Fjarðabyggð hér náttúrulega kallast á það hvort að menn ætla að nota áhættumatið eða fara eftir núgildandi lögum og við höfum náttúrulega bara lagt áherslu á það við hið opinbera að það fara eftir núgildandi lögum og það kannski ágætt að nefna það að þetta ferli sem laxar eru búin að vera í frá því að byrjaði búið að taka 6 ár. Þetta búin að vera 6 ára ferli hjá þeim og nú þetta mál inni hjá Skipulagsstofnun og við höfum bara kallað eftir því að það verði farið eftir núgildandi lögum og þá hægt að afgreiða þetta mál. En innan stjórnkerfisins þá tókast á rauninni áhættumatið og síðan núgildandi lög og einhverjir vilja nota áhættumatið sem ekki inn í lögunum. Þannig að við höfum náttúrulega bara verið eins og kallað eftir því eins og bara mönnum ber skylda til hins opinbera að fara eftir lögum.
þannig að og allt annað sem hægt sagt hefur tekið undir í þeim efnum. Ég vil koma líka inn á hérna lið 5.11 samkomulag stuðning við hollvinasamtakana klukkan, svo kom fram klukkan 5:30 á morgun fundur í Dalshúsinu þar sem verður skrifað undir samkomulag milli hollvinasamtakana og sveitafélagsins. Ég hef nú komið þó nokkuð mikið að þessu verkefni og það bara gríðarlega ánægilegt að sjá það að það séu samtök sem ætla að taka að sér að vinna því að gera upp gamla barnaskólan á Eskifirði. Þetta stórt og mikið hús og setur sterkan svip á bæjarmyndina. Þannig að það hefur verið mjög grátlegt undanfarin ára að sjá hvernig húsið hefur rauninni drabbast niður ár frá ári og því ánægilegt að sjá það að einstaklingar ætla að taka sér til og gera húsinu gott. Ég gerir ráð fyrir því að það kemur náttúrulega fram á fundunum betur á morgun en þetta gert í samstarfi við minjavernd, þannig að það verður vel vandað til allra verka við að gera húsinu góð skil og ég held að þetta sé bara hið besta mál og samkomulagið með þeim hætti að sveitafélagið á húsið, þannig að það rauninni, þetta bara fólki sem hlýtt til gamla barnaskólans en ætlar sér ekkert að eigna sér húsið eða eiga húsið, þannig að þetta mikil fjárfesting og sem að verður í húsinu og verður þá bæjarfélaginu til sóma og verður þá eign sveitafélagsins. Okkur aðeins að koma hér inn á lið 5.17 eignarskipulags- og umhverfisnefnd sem var rætt. Þar liður, ég bara sé það ekki hérna í dagskráni númer hvað hann en þar kom fram að var gerð úttekt á samanburði á þessum mælum sem eru í hitaveitunni og Eskifirði. Það eru sem sagt þá þessi streymismælar sem að nú eru í öllum grindum versus svo kallaði kílóvattsmælar eða hvað var aftur íslenska orðið yfir, það var eitthvað orkuígildismælar, já, en það svona kannski held ég flestir sem að hafa verið að ræða þetta þekkja undir kílóvattsmælar. Stóri munurinn á þessum mælum sá að streymismælarnir eru rauninni bara þannig að þú borgar fyrir það magna vatni sem kemur í gegnum grindina hjá þér meðan að kílóvattsmælarnir mæla rauninni orkuna sem fer í gegnum grindina hjá þér. Þannig að einstaklingur sem fær 65 gráður í gegnum grindina hjá sér, hann borgar ekki það sama á einstaklingur sem fær 70 gráður. Þannig að þetta rauninni á mannamáli verið að mæla orkuna sem kemur inn í húsið en ekki magnið af vatninu. Og það náttúrulega þannig að það misheitt vatnið sem að kemur inn í húsin í bænum og þetta hefur mikið verið umræðni og ég bókaði sérstaklega þess efnis að það ætti að fara í þessu vinnu sem fyrst og skipta út þessum mælum. Það komin gróf kostnaðaráætlun upp á sirka 12 milljónir og ég held að hún rýmist alveg innan fjárramma hitaveitunar að fara í þessa fjárfestingu fyrir hitaveituna, enda líka mikið hagsmunamál og svona réttlætismál fyrir notendur hitaveitunar. Takk. Takk fyrir Jens. Einar Már Sigurðsson gerði svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég vil nota tækifæri eins og aðrir sem hér hafa tekið til máls og bjóða nýjan bæjarstjóra velkomin til starfa. Aðeins vegna þeirra orða sem að fjallu hér hjá Jens Garðari varðandi fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar og orkuígildismælana. Það ánægjulegt að það sé tryggur stuðningur frá Jens Garðari í þessu máli. Ég tek undir með honum, ég held að þetta sé þarft mál, þetta réttlætismál. Það hins vegar nauðsynlegt að fara vel yfir málið þannig að menn séu alveg klára á því hvað menn að fara í. Það rétt að geta þess að fyrir utan þann beina kostnað sem að þessu fæst þá hægt að draga frá kostnaðin við það að endurnýja suma gömlu mælanum sem eiginlega komnir á aldurkortið þannig að miðað við eins og staðan í dag þá allar líkur á því að þetta verði keyrt nokkuð hratt og örugglega í gegn en við erum bara að bíða eftir aðeins frekar upplýsingar til þess að geta tekið loka ákvörðun og það skemmtilegt til þess að vita að það fullur stuðningur við þessa málsmeðferð sem að verður að sjálfsögðu fylgt eftir eins og gert hefur verið fram að þessu. Takk fyrir Einar. Við fleiri kveðsljóðs undir fundargerð Bæjarás. Svo verðist ekki vera. Þá þessum lið lokið því að það ekki borðnar eftir atkvæði eins og áður sagði og þá fer ég hér í lið 6 sem var tekin inn með afbrigðum
og það sem sagt barst ósk frá Þuríði Lillý Sigurðardóttur sem að reisa nýbýli inn á Sléttu 2 og hún í tengslu við það þarf hún að stofna lóð sem heitir Slétta 2 inn á Sléttu 1. Lóðin 1786 fermetrar að stærð og það heilmikið mál að eins og lítið mál að stofna lóð í dreifbýlum, það mikið mál að stofna lóð í dreifbýli á lögbýlum. Þú þarft að sækja það til landbúnaðarráðuneytisins að það sé tekið leyst land úr landbúnaðarnótum og þeim gjörningi öllum þarf að fylgja meðal hans umsögn sveitarstjórnar, hvort hún hafi einhverja athugasemdir. Eins og kemur fram á uppdrætti sem fylgdi þessu, þá hér bara að ræða lóð í kringum þetta nýbýli sem þarna að rísa sem heita Slétta 2. Hefur engin áhrif á nokkuð sem snertir utan þess svæðis. Eins og áður sagði 1786 fermetrar og því óskaði eftir því við bæjarstjórn að við veitum það umsögn þar að ljótandi að við gerum ekki athugasemdir við þetta þannig að hún geti skilað því inn til ráðuneytis samhliða gögnum. Vill einhver þessi hljóðsum þetta? Svo virðist ekki vera, þá ber ég það hér upp að bæjarstjórn samþykki að hún ger ekki athugasemdir við þessa lóðastofnun. Þá það afgreitt og þá dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar tæmt eins og áður sagði sem alltaf svona aðeins með öðru formerkjum þegar bæjarstjórn kemur úr sumarleyfi. Næsti bæjarstjórnarfundur 30. ágúst, síðari fundur ágústmánaðar og til hans verður boðað með dagskrá en ég þakka hér bæjarstjórnarfundistuna. Ætla að nota þetta tæki fyrir lokin og þú og Karl Óttar velkomin til starfa eins og aðri sem hér að koma upp hjá okkur. Nei, ég var ekki búinn að því, ég ákvað að enda því það og slít fundi. Takk fyrir.